Já, komið þið sæl. Nú helgin að líða undir lok og það nú verið svona nokkuð einslegt veður hjá okkur helgina. Austan vindar, stundum nokkuð skarpir og á svona ágætist dag hitti sérstaklega hér sunnandir á landinu og í dag fór hann í tæp 12 stig á steinum undir Eyjafjöllum. En það nokkuð ljóst að svona í framhaldinu að þá nú að fara að kólna hjá okkur og við sjáum það að þessar lægðir sem eru hér suður af landi, svona þungamiðja á þessari lægðasúpu að færast til suðausturs til morguns og það opnar rauninni á það að vindátt verði norðlægari hjá okkur og að það kaldara loft fara að streyma hér til suðurs yfir landið. Og þetta munur bara ágerast þegar líður á vikuna. Það svona alveg ljóst að hitatölur munu dala nú nokkuð vel á morgun en sérstaklega þegar við komið fram við miðja viku að þá verði frost nokkuð víða land. Kannski það fari svona aðeins í frostmarkið, rétt yfir frostmarkið hér sunnan til að deginum. En þetta var staðan klukkan 19. Sáralítil úrkoma í þessu hér á landinu og ekki að sjá endilega mikla úrkomu í þessu heldur næstu daga. Þessi norðanátt hún ætla nú að verða nokkuð þurr hjá okkur en við ætlum að sjá það í þessu korti að það nú svona nokkuð skarpu vindur á köflum hér sérstaklega hérna með suðausturströndinni sem og norðvestur af landinu. En klukkan 14 á morgun og þá sjáum við að hitatölur eru nú svona fannar að hér eru svona það bil hámarkshitatölur á landinu á þessum tímapunkti og það nú ekki að fara mikið yfir núli norðanlands á morgun og verða svona almennt séð eitthvað 6 til 7 stig þar sem best ættu hér sunnan til á landinu. En það verður norðaustlátt og hún verður áfram nokkuð skörp á köflum og skýjað að mestu leyti austanvert landið og getur svona gerst slitu eða snjókomu þar þá sérstaklega inn til landsins. Getur verið eitthvað blót í úrkomunu þá úti við ströndina en þurft það mestu leyti hér á vesturhelmingi landsins og jafnvel bjart veður á nokkuð stóru svæði. Og þróunin síðan fram til þriðjudags það verður svona áfram norðaustan átt í þessu en vindur svona heldur að ganga niður. Ætlar að vera svona nokkuð bjart yfir þó hjá okkur miðjan dag á þriðjudeginum ef frá talið norðausturhornið þar sem að verður kannski svona heldur meira skýjað og lítið sátt að snjó koma þar svona hér og þar. En við sjáum að hitatölur eru í kringu frostmarki fyrir norðan og þær eru nú ekki mikið hærri hér sunnan til á landinu. Og fram til miðvikudags að þá ætlar að draga enn meira úr vindi. Það að fara hækkandi loftræstingur. Það enn háþrýstisvæði sem að svona byggja sig upp í námynda við landið og það hefur þá í för með sér að það verður svona tiltölulega rólegt veður á miðvikudaginn en nokkuð kalt og sérstaklega þá kvöld og næturfrost sem getur orðið bara töluvert þá í innsveitum landsins en bjart veður sérstaklega þá sunnan og vestan til á landinu og á 50 daga þá verður nú loftþrýstingur komin í 1030 millibör og því má rekna með rólegheita veðri á 50 dag en nokkuð kalt svona allavega að kvöld og næturlagi. En í Evrópu þá nú þessi lægðasúpa út á Atlantshafinu, hún nú að gefa sér úrkomu víða hér í vesturhlutana, þessi Bretlandseyjum og jafnvel við vesturströnd Noregs, háþrýstisvæði yfir miðbiki álfunnar, þó einhverjar skúraleiðingar þar á ferð og nokkuð óstöðugt veðurlag hér í suðausturhlutanum, til að mynda 18 stiga hiti og þrumuveður í Aþenu. Ágætisveður svona heilt yfir á Íberíuskaganum en þegar vestardregur þegar við erum komið þó til Portugal að þá búist við skúraleiðingum þar á morgun og norðaustlæg átt á Kanaríeyjum og svona skýjað með köflum eins og við getum kallað þetta. Athyglisvert þegar við kíkjum á Norður-Ameríku og það nokkuð orðið kalt í suðurríkjunum. Sjáum hér 5 stiga hita sem spáð í Atlanta og Memphis á morgun og veturinn svona að boða heimkomu sína þá hér í norður hlutanum og jafnvel langt til suðurs.
En hvað verður veður hér hjá okkur og þá verður norðaustla átt næstu daga og það kólnar hjá okkur og frost víða miðja viku. Verið sæl.